Árabáturinn Jósep á Felli er 4,5 metra langur árabátur með gafli úr furu og eik. Ekki er vitað fyrir hvern báturinn var smíðaður en Sigurjón Jósep Friðriksson á Felli í Finnafirði við Bakkaflóa keypti hann notaðan frá Bakkafirði árið 2005. Á Felli var báturinn notaður til að veiða í Finnafirði og sennilega einnig til sílungaveiða á Krókavatni á Hallgilsstaðaheiði. Árið 2009 gáfu afkomendur Jóseps á Felli Húnavinafélaginu bátinn. Nú er báturinn hins vegar kominn í hvíldarinnlögn á dvalarheimilinu Hlíð. Þetta byrjaði náttúrulega fyrir kannski 2-3 árum síðan þegar öldrunarheimilunum áskotnaðist gjöf frá ríkisstjórninni í tilefni af 100 ára afmæli Akureyrarkaupstaðar og í tengslum við það þá höfum við sett upp svona hugmyndir og leitað eftir hugmyndum af því hvernig við getum útbúið svæði fyrir börn og það var svona hluti af þessu ráðstöfun á þessu fé, það er að nota það til þess að búa til leiksvæði fyrir börn. Og í vetur kviknaði svo hugmynd að verða okkur út bát eða leiktæki fyrir börn í formi báts, annaðhvort upp í Lögmannshlíð eða hér eða jafnvel á Báðastaði. Og ég hafði einhvern tímann orðað þessu við Nóa í vetur og hann lét ekki lausta fasta fyrir en hann var búinn að þessu held ég. Eftir að ég komst inn í þetta og fór að íhuga málið, þá talaði ég við dóttur mína sem kom í heimsókn og hún sagði ég veit mann sem veit alla báta. Já. Og ég skal hafa samband við hann og hann hefur samband við þig. Og það var Árni Björn og ég var ekki búinn að tala við Árna en ég var komin í samband þarna við Húnavini eða við Halldór. Fórum og skoðum bátinn og hann var sem sagt falur og við stukkum á þetta og töldum að ég taldi að væri hægt að lappa upp á hann þannig að hann yrði svona eiginlega skemmtiferðaskip hér fyrir börn og eldri börn. Já. Og þið ætlar að mála hann og þú varst með líkan hérna sem við sáum þar sem að þú ert búinn að ákveða hvernig þú ætlar að mála hann og þá að sauma segl líka, er það ekki? Jú, setja buxbjörn á hann og mastur. Og verður hann þá einhver leyti svona í sinni upprunalegu mynd, eða hvað? Nei. Þetta er bara árabátur? Já. Þetta, það hafa aldrei verið segl á honum. Nei, hann hefur mun aldrei hafa verið eins flottur og... Nei, ekki þegar við erum búin. Nei. Eða þegar Nóa eru búin að þessu og fleiri hjálpamenn. Já. En hann allavega á að fara upp á svona smá stall eða undirstöður og málast og skrapast og málast og síðan verður hann skreyttur í viðbót og ég vona að við fáum fleiri íbúa til þess að taka þátt í að búa bara til þannig hér í kring að börn og fullorðnir eigi svona tiltölulega auðvelt aðgengi ef þau kjósa, setjast borð eins og við erum að gera núna. En hann er náttúrulega ekki að fara á neina veiðar, ekki nema bara í huga þeirra sem leika sér. Og svo sjáum við fyrir okkur bæði mastur og segl og svona steina og netadræsur og einhverja kúlur og koppa. Já. Og þetta er einmitt ekki það eina nýjungin hjá okkur núna því að það var að koma enga hænur bara í dag. Já. Það vorum byrjað á því fyrir nokkrum árum síðan að smíða hérna forláta hænsnahöll. Já, hænsnahöll. Já, hænsnahöll. Hún fékk nafnið Höllin af því að það var svo vel til vandað. Ég held að það sé ekki nokkrar hænur á öllu Íslandi sem búa við önnur eins gæði eins og þær sem mögulega eru þarna. En svo voru þær nú farnar að eldast þannig að við létum þær fara í sveit í síðastliðið haust og síðan hefur Friðný Sigurðar þjónustustjóri verið að undirbúa þetta í samstarfi við grunnskólana þannig að við erum búin að komast að samstarfssamningi að hænurnar verða hérna á sumrin og í grunnskóla á veturnar og njóta þar af leiðandi vonandi bestu mögulega aðleiningar og leið erum við náttúrulega við erum að nota eggin þar, umhirðan og umræðan og áhyggjurnar af hananum og hvað hann er vondur við hænurnar og svona sem að skapa bara umræðu og líf og skemmtilegheit, bæði hér og annars þar.
Og hvaða þýðingu hefur þetta fyrir stað eins og hérna á Hlíð að hafa svona marga hluti sem að þjóna þessum tilgangi að skapa líf og umræður? Skiptir þetta einhverju máli nú? Jú, ég myndi telja það. Já. Og ekki síst í sambandi við breytingar á botnum. Já. Ég hitti eldri mann í gær, hann 96 ára. Og hann hafði hug á því að koma og skrappa. Já. Já, það líka þetta eins og Nói segir, sko, með þáttökuna. Að þetta auðvitað bara, þetta hugmyndir sem að kvikna og útfærslu sem að kvikna. Það er plan hérna fyrir aftan myndavélina hugmyndum að vera með poll, andapoll. Já. Við erum aðeins að velta fyrir okkur hvernig við getum komið í veg fyrir að mávarnir éti ungana en það hugmynd sem kviknar hjá íbúa. Já. Þannig að við erum ekki að gera neitt sem að endilega starfsfólki eitt og sér að láta sér detta í hug. Og Nói, þetta ekki eina verkefni sem að þú hefur komið að hérna á Hlíð. Þú átt hérna fuglahús og hérna fyrir aftan okkur Jú. listaverk eftir þig. Og svo inni eitthvað. Þannig að þú hefur nóg að gera hérna. Já, yfirfullt. Ég kemst ekki yfir það. En þetta stærsta verkefni kannski sem þú hefur ráðist í síðan þú komst hingað að gera upp þennan bát? Já, ég ekki frá því. Já. Allavega með það sem hann hefur sagt á þetta verkefni það sem hann hefur alveg örugglega ekki gert áður. Nei. Hann ekki bátasmiður? Nei, ég húsgagnasmiður og rak hér fyrirtæki Valbjörg. Já. Og unnu í fyrirtækinu mest 70 manns. Og ég lærði eftir húsgagnasmíðina og fór ég til Kaupmannahafnar, lærði innanhúsarkitektúr og húsgagna. Þannig að Það hlýtur að nýtast vel í þessu. Já. Allt sem heitir spýta og svona list kunst einhver, sko, og útfærslur og hugmyndir. Hugmyndavinna held ég sé nú eitt af því sem að liggur kannski efst í kollinum á Nóa því að það er yfirleitt aldrei hættulegt ef maður segir honum einhverja hluti það hann sefur þá ekki 1-2 daga á eftir, sko. Það er alltaf að vinna úr því. Já. Það jafnar sig. Þetta frábær hugmynd. Ég hlakka til að sjá bátinn þegar hann er tilbúinn, málaður og... Já, þú mátt koma bara með ættingi og vini eða börn ef við hlutir og bara leika þér. Gjör svo vel. Takk.